Komið sæl og verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Ég heiti Ólafur Stephensen og er framkvæmdastjóri FA. Við fórum á stað með hennan litla þátt fyrir síðustu alþingiskosningar og ræddum við leiðtoga helstu stjórnmálaflokka stefnumál þeirra gagnvart fyrirtækjunum í landinu og atvinnulífinu. Þetta voru mjög fróðleg samtöl og gáfu svona dýpri innsýn í þessa stefnuflokkana sem var snýrað fyrirtækjunum, heldur en umræðu þættir og önnur kosningaumfjöllun. Það er nú talað stundum eins og atvinnurekendur séu lítill hópur. Staðreyndin er svo að launagreiðendur á Íslandi eru hátt í 20.000. Af þeim er líklega svona helmingurinn einyrkjar með sjálfa sig í vinnu. Hinn helmingurinn er að yfirgnefandi meirihluta lítil og meðalstór fyrirtæki, mjög oft fjölskyldu fyrirtæki eins og eru einkennandi fyrir félag atvinnurekenda, þar sem að fjölskyldar rekur fyrirtæki saman og væntanlega eru þessum að miklu fleiri í rauninni sem að líta á sig sem atvinnurekendur heldur en þessi tæpu 20.000 sem eru skráð fyrir launagreiðslum. En þetta er stór kjósendahópur sem vill að sjálfsögðu vita hvernig flokkarnir vilja búa að atvinnurekstri í landinu áður en hann gerir upp hugsun fyrir kosningarnar. Það hefði nú verið gaman að ná að sinna öllum sveitarfélögum í landinu en við höfum ekki svigrúm til þess og fókusurum á Reykjavíkurborg þar sem að reyndar mikill meiri hluti okkar félagsmanna er staðsettur. Flokkarnir sem bjóða fram í borginni hafa flestir eða allir mótað sér einhverja stefnu að hvernig þeir vilja örva verðmætasköpun, atvinnulíf og nýsköpun í borginni. Og það er líka ýmislegt sem við viljum spyrja fyrir hönd okkar félagsmanna. Við gerum reglulega kannanir hjá aðildarfyrirtækjunum okkar, spurjum meðal annars hvert eigi að vera helsta baráttumál FA, það sem að lendir í efsta sæti ár eftir ár eru fasteignaskattarnir sem að sveitarfélögin innheimta. Almennt telja fyrirtækin þessa skattheimtu vera mjög íþyngjandi og Reykjavíkurborg hefur þarna í rauninni ákveðna sérstöðu meðal sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Hér eru hæstu fasteignaskattarnir á atvinnuhúsnæði og hafa lækkað einna minnst þrátt fyrir alveg gífurlegar hækkanir á fasteignamati undanfarin ár. Ef við horfum til dæmis að tímabilið frá 2015 þegar núverandi tekjumatsaðferð var tekin upp í fasteignamatinu og fram til síðasta árs, þá hækkuðu fasteignaskattar fyrirtækja í borginni 6 milljarða á 6 árum eða það bil milljarða á ári eða jafnaði. Og það er hækkun upp á rúmlega 71%. Annað mál sem að brennur á félagsmönnum FA er þjónusta borgarinnar við fyrirtækin, til dæmis vegna leyfisveitinga, sem er oft mjög gamaldags, óskilvirk og afskaplega hæg og veldur fyrirtækjum alls konar töfum og kostnaði. Við erum spennt að heyra hvaða hugmyndir flokkarnir hafa að nútímavæða og bæta þessa þjónustu. Félagið hafði fyrir nokkrum árum frumkvæði að samstarfi fyrirtækja á borgarinnar varðandi vörudreifingu í miðbænum. Það hefur gengið vel og skilað ágætum árangri. Mörg af fyrirtækjanum okkar hafa hins vegar áhyggjur af því að þegar er verið að móta stefnu varðandi samgöngur í borginni og innviði, þá sé ekki verið að horfa nægilega mikið til þarfa atvinnulífsins. Það er að sjálfsögðu hið besta mál að bæta almenningssamgöngur og innviði fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. En við flytjum víst vörur hvorki með strætó né á hjóli og það eru hagsmunir fyrirtækjana að umferð í borginni sé greið og skilvirk og mörgum finnst sá vinkill að vorið út undan í umræðinni. Borgarkerfið hefur þanist talsvert út á undanförnum árum sem er nokkuð sem að margir atvinnurekendur setja fyrir sig, ekki síst af því að Reykjavíkurborg er enn í beinni samkeppni við einkafyrirtækja á sumum sviðum og þetta viljum við nú kannski ræða við oddvitana. Eitt hagsmunamál fyrirtækjana er gott framboð af atvinnulóðum og þar með töldum lóðum þar sem að fyrirtæki geta átt vaxtarmöguleika til framtíðar. Svo má gera ráð fyrir að við ræðum húsnæðismálin almennt. Þau eru hagsmunamál allra fyrirtækja, ekki bara þeirra sem eru í fasteignabransanum eða leigubransanum eða byggingariðnaði. Gífurlegar hækkanir á húsnæðiskostnaði auka til dæmis þrýsting á launahækkanir og ýta undir verðbólgu og það er til mikils vinnandi að reyna að halda húsnæðisverðinu niðri og lækka húsnæðiskostnað almennings. Það verður sem sagt margt á döfinni hérna í kaffikróknum og margt að ræða við oddvita frambúðana í borginni.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ríður á aðið seinna í vikunni og svo birtum við viðtöl við oddvitana einn af öðrum. Fylgist með okkur á Spotify, á Facebook, á atvinnurekendur.is. Hlökkum til að sjá okkur í kaffikróknum.